ekki gefa fyrirvarandi vogarafl í skilnaði. Vegna þess að sagan segir og reynsla segir að þú kynnist ekki fólki fyrir þú deilir peninga, til dæmis við dánarbú og skilnaði. Og oft þegar kemur á skilnaðum þá annar makinn kominn töluvert lengra í ferlinu en hinn og hann vill bara rusla þessu af. Hann vill bara kaupa sér nýja íbúð og bara halda áfram í líf sitt. En ef þú gerir það, til dæmis áður búið að klára skilnaðarsamninginn og fjárskiptasamninginn, þú stekkur til og kaupir íbúð festir hana en ert háður því að greiðslurnar komi út í nýju eignunni, þá ert í raun og veru búin að setja þig fjárhagslega gíslingu hjá þínum maka, ef að samkomulagið ekki skott og því grunaði. Þannig að ekki gefa honum kost á því að kúga því, vegna þess að þegar þú annar aðilinn með öll tromp á hendinni, þá getur hann til dæmis sagt, ég ætla ekki að selja þessa fasteign en ég fór 60-40, ég veit 50-50. Ég ætla ekki að selja nema að ég fái meiri umgengnisrétt og borgi mig tvöfalt meðlag. Það hægt að fara í alls konar hugmyndir og málið þetta ekki einhver útopía sem ég að henda fram, þetta allt dæmi sem ég séð í skilnaðarmálum sem ég verið að koma að sem fasteignasali. Þannig að þó það sé pirrandi að þurfa að bíða eftir því að fjárskipting klárist, kláriði öll fjárskipting, kláriði skilnaðarsamninginn og haldi svo áfram í lífið vegna þess að hitt getur verið hræðilega líjandi og erfitt að vera í fjárhagslega gíslingu hjá næstu því fyrirverandi maka vegna þess að það ekki búið klára mál.